óska borgarfulltrúinn eftir að gera stutt athugasemd því út af því að hann hefur einungis 10 mínútur. Gjörðu svo vel, stutt athugasemd. Forseti, góður borgarfulltrúar, já, það væri gaman að vita, kannski er ég búið á 3 mínútur eftir þessum 10. Ég veit ekki, en ég þakka fyrir snörp viðbrögð hjá Degi B. Eggertssyni, borgarfulltrúa, en vil þó segja það að ég tek þessa skýringu ekki gilda. Ég tel að þessar upplýsingar séu til í borgarkerfinu þá í þeim skilningi að þetta opinbera félag sem stóð að byggingu hússins hlýtur að hafa þær undir höndum. Ég trúi ekki öðru. Hún sá stóran hluta af byggingu hússins, til dæmis stóran hluta uppsteypunar og uppsetningu glerhjúpsins og fleira. Ég trúi ekki öðru en þetta fyrirtæki okkar hafi þessar upplýsingar undir höndum. Nú hafi það ekki upplýsingarnar, þá fyrir maður kannski að skilja margt betur varðandi fjármál hörpunnar, en ég sætti mig ekki við þetta svar og ég tel að meirihlutinn hér og formaður borgarráðs hefði þetta standa betur að því að fá þessar upplýsingar sem ég veit að eru að megninu til, ef ekki allar, hjá þessu opinbera félagi. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að gera stutta athugasemd og þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við þurfum að bera upp 30. lið undir fundargerð borgarráðs frá því 29. ágúst sem er viðauki við samningu við leikskólann Vinaminni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefi merki. Úrskurður á móti. Já, það telst því samþykkt með 14 atkvæðum gegn 1. Fulltrúi Vinstri grænna hefur boðað bókun undir þessum lið og einnig fulltrúi Sjálfstæðisflokksins undir þessum lið, bókun. Já, við erum ekki, já. Nei, gjör svo. Já, fyrsta dagskrárlið til dæmis. Já. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að lesa upp bókun vegna þessa liðar Vinaminni sem er svohljóðandi. Með leyfi forseta, Reykjavíkurborg á að leggja metnað sem nýja fjölga plássum í borgarreknum leikskólum í stað þess að fjölga sífellt plássum í einkareknum leikskólum. Fjölbreytni í rekstrarformi tryggir alls ekki fjölbreytni í leikskólastarfi. Nær væri að leggja aukna alúð við borgarrekna leikskóla svo þar geti farið fram enn fjölbreyttara og enn faglegra starf sem enn fleiri börn fengju að njóta en nú er. Borgarfulltrúi Vinstri grænna greiði því atkvæði gegn samningnum. Mér langar til að nota tækifærið og lesa hér upp bókun vegna fyrsta liðar leikskólamál sem er svohljóðandi með leyfi forseta. Reykjavíkurborg hefur boðið börnum upp á leikskólamenntun frá 2 ára aldri í hartnær 20 ár. Á þeim tíma hefur fæðingarorlofið verið lengt í tvígang úr 6 mánuðum í 12 frá og með árinu 2016 þegar bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla verður komið niður í 1 ár. Ákveði borgin að taka á móti börnum árið sem þau verða 1 árs mun það hafa afgerandi áhrif til hins betra á samfélagið allt þó vissulega komi til aukinn kostnaður. Hér er hvorki verið að tala fyrir því að dagforeldrakerfið eða einkareknir ungbarnaleikskóla leggist af, heldur eingöngu að þeir foreldrar sem að kjósa að setja börnin sín fyrr á borgarrekna leikskóla eigi þess kost. Borgarfulltrúi Vinstri grænna telur brýnt að sameiginlegum fjármunum Reykvíkinga verði forgangsraðað með þeim hætti að borgarreknir leikskóla standi börnum til boða þegar fæðingarorlofið sleppir. Þá hefur fulltrúi Vinstri grænna lokið við að lesa upp bókanir sínar og þá telst 3. dagskrárlið lokið. Við förum í 4. dagskrárlið og leggjum fram fundargerðir forsætisnefndar frá því 30. ágúst, fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá því 16. og 23. ágúst, fundargerðir mannréttindaráðs frá því 13. og 27. ágúst, fundargerðir menningar- og ferðamálaráðs frá því 12. og 27. ágúst, fundargerðir skóla- og frístundasvið frá því 21. ágúst, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá því 14. og 21. og 28. ágúst, fundargerðir velferðarráðs frá því 22. ágúst. Það var borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti ágæta borgarstjórn, ég kveð með hljóðsundir liðinum fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 28. ágúst. Þar var til umræðu umsókn Gámaþjónustunnar HF starfsleyfi og ég ætla nú ekki að fara að setja á neina langa ræðu það en við í minnihlutanum
Þar sé við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vorum óánægð með afgreiðsluna og bókuðum og við viljum gjarnan að sú bókun sé bókuð hér inn í fundargerð þessa borgarstjórnar fundar og bókunin svohljóðandi. Furðu sætir að meirihlutinn skuli hafna ósk gámaþjónustunnar að fá að safna lífrænum úrgangi við reykvísk heimili. Fjölmargar óskir hafa komið frá almenningi sem vill flokka meira en boðið upp á í kerfi borgarinnar. Einkafyrirtæki á markaði bjóða þegar upp á fleiri flokka til endurvinnslu en Reykjavíkurborg. Það ætti því að vera fagnaðarefni að slík metnaðarfull fyrirtæki hafi huga á að fjölga flokkunum enn frekar og stuðla með því að umhverfisvænni borg. Í staðinn birtist í umsögn umhverfis- og skipulagsráðs mikil tortryggni í garð einkafyrirtækja sem þó hafa sýnt árabil að vel treystandi til þessara mikilvægu verka. Meirihlutinn gjarnan með fagurgala endurvinnslu í ræðu og riti en þegar til kastanna kemur aukinni endurvinnslu hafnað. Tilvitnun lýkur og svo mörg voru þau orð og ég óska eftir því að þetta sé bókað inn í fundargerð þessa fundar. Það borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson lokið máli sínu og lesið upp bókun og þá borgarfulltrúi Páll Hjaltason óskað eftir því að taka til máls. Virðulegi forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara hafa botna þessa tilvísun í bókun í umhverfis- og skipulagsráði frá borgarfulltrúa Gísla Marteini Baldurssoni með því að lesa upp þá bókun sem að fulltrúar Bestarflokksins og Páll Hjaltason, Hólmfríður Jónsdóttir og Diljá Ámundadóttir og fulltrúar Samfylkingarinnar Hjálmar Sveinsson og Kristín Soffía Jónsdóttir ásamt fulltrúa Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs Sóleyju Tómasdóttur bókuðu. Fulltrúar Bestarflokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna eru ánægðir með þann metnað sem einkafyrirtæki sýna í endurvinnslumálum. Einkafyrirtæki hafa hingað til haft starfsleyfi til að sækja þurr endurvinnsluefni til heimila. Fyrirkomulag varðandi lífrænan úrgang og blandaðan heimilisúrgang eru annars eðlis. Þar að ræða grunnþjónustu. Við teljum henni sé best fyrir komið hjá sveitarfélögunum enda hafa þau lögbúnar skyldur á þessu sviði. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu. Þá hafi ekki fleiri kvart sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Þá hafa fulltrúar Bestarflokksins og Samfylkingarinnar boðað bókun undir fyrsta dagskrárlið. Hafa þeir óskað eftir að falla frá því? Ef svo þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi nú. Undir öðrum dagskrárlið, fyrirgefið. Þá kemur borgarfulltrúi Júlíus Ingvason og les upp bókun Sjálfstæðisflokksins undir öðrum dagskrárlið. Ég les bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hún svona. Nú eru skólar að hefjast og gangandi börnum á leið til skóla fjölgar mjög á götum borgarinnar. Leið og allir ökumenn eru hvattir til að keyra varlega þessum sökum þarf borgin að gera bragarbót í merkingum og hönnun á gönguleiðum skólabarna. Gangbrautarmerkingar eru víða óljósar í borginni, sums staðar eru ósamræmi í merkingum en annars staðar valda margvíslegar og mjög ósamstæðar gangbrautarmerkingar óvissu hjá gangandi og akandi vegfarendum. Einnig er ósamræmi á milli merkinga sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Mjög mikilvægt að umferðarmerkingar séu eins skýrar og auðskiljanlegar og kostur er. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fara fram á það að nefndir og ráð borgarinnar sameinist að koma þessum málum í gott horf þegar í stað. Svo auka megi öryggi gangandi vegfarandi í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Ingvason lokið við að boða bókun undir öðrum dagskrárlið. Og þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið 1838 fyrirgefið. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.